Já, komið sæl. Skulum byrja á að skoða hérna fallega veðurtunglamynd sem var tekin klukkan korter í 2 í dag. Við sjáum að landið er snæfið þakið og nema hérna á Suðurlands undirlendinu, þar er alautt og einnig hérna á Reykjanesinu svona við sjávarsíðuna. En þessu fallega veðri fylgdi líka mikill kuldi og frostið fór til dæmis alveg niður í 21 stig á Mývatni. En það er þessi hæð hérna yfir Grænlandi sem við getum þakkað þetta fallega veður. Það er hæðarhryggur sem teygir sig hérna frá hæðinni í suðaustur og yfir landið og heldur öllum lægðum í burtu, en lægðabrautin liggur hérna langt fyrir sunnan okkur og inn yfir Bretlandseyjar og þaðan áfram til Evrópu, en það er hlýtt loft sem leikur Bretland því að þar hafa hitatölur verið á bilinu 12 til 14 stig á Suður Englandi. En aftur á móti sitjum við hérna föst í kalda loftinu og engin breyting á því. Kaldi loftmassinn hann breiðir sig hérna allt í kringum okkur og í rauninu er ekki að sjá að það fari að hlýna neitt fyrir kannski einhvern tímann í næstu viku. En Íslandskortið á morgun, það lítur svona út. Það er svona fremur hægur vindur, hæg breytileg átt, gola eða kaldi, og það verður nokkuð bjart, einkum hérna sunnan og vestanverðlandið. Frost á öllu landinu nema kannski hérna svona við ströndina sunnan til, þar sem hitatölurnar ná kannski aðeins að teygja sig upp í núlli svona yfir hádaginn. En það er smá lað hérna fyrir norðanland svona í miðjum hæðarhryggnum og það er svona éljabakki sem fylgir henni, og á morgun, svona seinnipartinn á morgun, þá kemur þessi éljagangur inn á norðanvert landið og svona mun endast eitthvað fram á aðra nótt. Og síðan á laugardeginum þá verður svona nokkuð svipuð saga, hæðin hérna ennþá yfir landinu, kalt í veðri hjá okkur, og það gæti nú endur orðin svona strekkingur hérna vestan til, en heldur hægari vindur norðan til, en veður semst á svipuðum nótum, og á sunnudeginum þá erum við áfram með hæðina yfir okkur, áfram kalt í veðri, bjart veðri mjög víða, en má nú búast við því að detti niður svona einhver stöku él hérna svona hér og þar. Og síðan á mánudeginum þá er sagan nokkuð svipuð. Hún er svona austlæg áttin hérna kannski vestan til og kannski meira breytileg austan til, en það verður áfram þurrt og skýjað með köflum og kalt í veðri. Nú síðan við förum aðeins til Evrópu, og þá sjáum við nú hérna veðri á nágrönnum okkar, bæði Núk og Þórshöfn, þar sem er heiðskýrt. Það má þakka þessum hæðarhrygg sem teygir sig hérna í suðaustur, kalt í Skandinavíu, en það er hérna þessi lægð hérna við Norðursjóinn hérna og skil frá henni sem valda því að það verður nú ansi víða blautt hérna, bæði í Frakklandi, Þýskalandi, snjókoma í Ölpunum og einhverjar skúraleiðingar á Ítalíu, þó það verður nú ekki miklar en heldur meiri hérna á Balkanskaganum. Og síðan verður nú svona skýjað í Portúgal en bjartviðri á Spáni. En það verður sem sagt fallegt veður hjá okkur á morgun, léttskýjað mjög víða, en kalt í veðri, en rétt að minnast á þennan snjókomubakka sem kemur inn á norðanvert landið svona þegar það líður á morgundaginn og mun endast eitthvað fram á aðra nótt. En við skulum láta þetta duga, verið í bili, verið sæl.